Annar árið í röð erum við mætt fyrir framan stóra skjáinn. Hjörvar Hafliðason, Dr. Fútbol og Ponsan sjálf. Þetta Fantasy Hot Epic, Epic og Dr. Fútbol og svo eiginlega Ponsan. Já, Fantasy Ponsan eiginlega orðið sitt eigið brand. Ponsa, Fantasy auðvitað, við erum báðir búin að spila þetta í mörg ár. Það búið að setja smá twist í hennan leik akkurat núna, kannski fyrir þá sem að pæla í þessu. Getur aðeins útskýrt þetta svona á nokkuð... Á mannamáli? Á mannamáli. Já, tandur hreinni. Já. Sko, já, það er búið að kalla eftir þessu núna í nokkur ára að svona, hvað við að segja, svona séu fleiri leikmenn sem eru svona gildandi í leiknum. Já. Þú veist, við erum kannski að tala hafsenda sem kannski ekki að skora mikið af mörkum eða leggja upp, þú veist, djúpið miðjumenn og eitthvað svoleiðis. Þannig búin að bæta við stigagjöf, auka stigum fyrir leikmenn sem eru góður í þessu og við köllum þetta Defensive Contribution, DEFCON. Þú ert afkonmaður, við erum DEFCON og þá eru sérst gefið stig fyrir varnarmenn, þú veist, við munum þetta bara sé-bit, það clearance, blocks, interceptions, tackles, varnarmaður fær 10 svona í leik, það fara 2 auka stig. Þú veist, þegar maður heyrir þetta, þessi 2 auka stig á þarna, svoleiðis, en það er ekki til dæmis Tarkovski að fara að taka 2 stig hverjum leik. Til dæmis, en það líka búið að setja það inn í verðlagninguna. Í fyrra var hann 5 milljónir eitthvað í góðri vörn og hann alltaf öflugur í föstu leikadröfum og allt þetta. Það er búið að hækka hann í 5-5. Mourinho, þinn maður, Nottingham Forest, hann skrýmsli í þessu, svona aggressífur hafsendar, skilurðu, og auðvitað í liðum náttúrulega segir sig sjálft að lið sem eru mikið með bolta, þá eru náttúrulega leikmenn ólíklegri til að fá þessi stig. Þannig að það þarf að taka það náttúrulega svolítið með inn í myndina, en svona... Ethan Pinnock, getur það eitthvað? Já, hann var að skora mjög vel þarna, ég veit að það er gott call. Van Dijk svona eini sem í þessum stóru liðum sem var virkilega að skora vel í þessu af þessum hafsendum, sko. En svo fyrir miðjumenn og framherja, þá er þetta raunin þetta sama. En maður bætist við recoveries líka og þá þurfa þær að fá 12 til að fá þessu auka 2 stig. Þannig að sóknarmaður getur fengið svona? Sóknarmaður getur fengið svona, Fyrsti sóknarmaður sem dettur í auðvitað til þess að Firmino, hann hefði ábyggilega verið ógætur í þessu, hann var oft segur að sækja boltan og annað slíkt. Bruno Fernandes bara gott dæmi þetta, bara leikmaður sem er bara út allt, skilurðu, og hann að tekka vel í þetta. Já, sko, mér finnst þetta spennandi, mér finnst gott hjá þeim, en það eru fleiri twist í þessu. Það auðvitað komið það wildcard fyrir og eftir áramót, öll chipin fyrir og eftir áramót. Já, við vorum alltaf með wildcard fyrir og eftir áramót, en svo vorum við með fríhitti, triple captain og bench boost sem við fengum bara 1 set af. Við vorum að nota maður svolítið í kringum þessar 200 leikvikur eftir áramót. En nú erum við búin að henda twist í leikinu, þú færð full serve chips fyrir og eftir áramót. Og fyrir áramót ekkert double gaming nema drottningin gamla degi, eða skilur, það er svona í svona recent history, þú veist, eða veður, eitthvað svona dót, sko. Þannig að við erum að fara að nota þetta svolítið, þetta er gott fyrst í þetta. Það sem líka þetta gerir að þetta var svolítið Excel-vætur leikur að verða. Að menn voru svona bara, ég ætla að nota þetta chip í 27, þetta, 29, þetta, og maður bara svona eitthvað, þeir eru bara búin að ákveða þetta í september og þetta er að fara að gerast í apríl, sko. Já, og það er svo sem að þetta ákveða núna fyrir chipin eftir áramót, sko. En þetta er svona, þetta hendir smá sprengi í þetta og mun nota þetta á mismunandi stöðum örgulega núna. Eigum við ekki bara að fara að velja í liðið? Jó, það er að líka annað twist líka sem ég verði eiginlega að koma að. Þú veist, það svona minni twist, það er eitthvað svona múið breyta eins það verða fleiri stóðsendingar, það sem sko breyta eins. Þú veist, það var alltaf þú fyrst stóðsendingu ef að bolti þurfti að vera svona intended á leikmanninn, skilurðu. Þú þurfti að ætla að gefa hann til að fá stóðsendingu. En ef það kemur svona smá deflection og leikmaðurinn inn í teig og er bara ein snerting basically, þá færi stóðsendingu. Þannig að það verða 40-50 fleiri stóðsendingar gefnar í leiknum. Það er jákvætt. Það er jákvætt. Svo eitthvað svona smá tvík á bónuskerfinu sem við skulum ekkert eitthvað fara neitt og djúpt út í, en það er eitt stórt. Fyrir þeir sem afkoman. 16. umferð, þegar afkom byrjar, þá fáum við 5 auka transfer. Já! Já, það er bara þannig. Það segir bara margt hvað afkonur eru stórt. Já, ég meina, það er bara þannig. Það er svona viðurkenning á afkonu. Þetta er hrikalega stórt fyrir þig. Alltaf maður aðeins á undan. Mér langar að fara að kíkja á þetta lið og ég sé það að dýrasti markmaðurinn er Jordan Pickford. Já, hann er það er áhugavert, en ég meina, hann er Everton heldur hreinu. Og eru með low block, þannig að fá mikið á svona skotum, svona low XG skotum á sig. Þannig að fá mikið á svona bónus og vörslustigum öllum. Þannig að það er svona búið að setja það inn í, en sko ég eins og þú veist, ég hrifinn að vera með ódýrt. Það voru alltaf verslað ódýra markmenn. Já, það er value í gæjum á 5, Sels og Robert Sanchez til dæmis, en ég ætla að fara í 4. Má ég samt koma með eina pælingu? Já.
Sko, nú er verið að tala að Komin Kelleher geti verið meiddur og Hákon Rafn Valdimarsson byrja þetta. Hákon er á 4 ár. Er ekki þess virði bara að, heyrðu, ef hann spilar fyrstu umferðirnar eða hvernig það er, sér ekkert value í því að taka bara Hákon Rafn Valdimarsson í ramman. Af því að það er alveg líkur á brillir í markinu og bara taki markið. Haldið þetta, haldið þetta út. Það er svo mikil átta fyrir minn smekk allavega. En sko, ég er með Kelleher í markinu, hann er gulur. Þú veist, við erum að taka þetta upp hérna á miðvikudegi, þannig að þú veist, auðvitað býðir bara eftir blaðamannahundunum, en annars tekið bara eitthvað annað. Við viljum hafa rauðan, við viljum fá Hákon í markið. Já, það er bara þannig. En þú ætlar að setja Kelleher í markið? Já, ég ætla að setja Kelleher í markið og svo með honum við fengum hérna smá gjöf. Sko, það var engin 4 milljón króna markmaður sem var að fara að spila, en við fengum hann í Martin Dubravka þegar hann fór út í Burnley. Já. Þannig að hann er, þú veist það líka að því við fáum þetta auka benchboost. Já. Benchboost er bara mest pirrandi chipið í leiknum eiginlega. Þú ert alltaf einhvern veginn að hanga með það og þú vilt bara losa það og þú vilt vera með ódýran back sko. Já. Þannig að við erum að fá ódýra leikmenn núna sem er að spila og Dubravka er einn af þeim sem er náttúrulega bara geggjað upp á benchboostið að gera. Sammála því. Þannig að ég ætla að byrja þarna. Þannig að sko ef að... En hérna ástæðan fyrir því að Jordan Pickford er dýrasti markmaðurinn er svo að... Hann er jafndýr og Raya og... Ég veit að hann er í Everton. Já, ég veit það. Er það því hann er líklegur til að fá sér 2 auka stig í hverju leik eða? Nei, hann fær þau náttúrulega ekki sko. Nei. Hver er mekanisminn? Þú veist, hann ver bara það mikið að skotum. Þú veist, hann ver kannski bara 10, hann er bara svo góður handboltamarkmaður. 10 skot í leik eða eitthvað. Þá ertu komið með að þú fær auka stig fyrir 3 væri skot. Þá ertu komið með 3 auka stig þar. Það tekar hátt í bónusnum. Svo kannski halda þér hreinu. Þú veist hversu oft sástu Jordan Pickford bara með 12, 13 En af hverju fá markmenn ekki þetta defensive contributions af því að þeir eru að fara út og tækla, þeir eru að skalla boltan frá, þeir eru að gera alls konar hluti. Já, ég held bara að þeir bara telja ekkert, bara ná ekki upp í það held ég. Þetta eru markmennir, Kelleher og Já, eins og staðan núna, en Kelleher ef hann er off, ég þarf eiginlega bara að fá mjög clear-cut svör með hann, það er eitthvað óvíst, þá náttúrulega tek ég hann ekki. Þú tekur væntanlega þá blaðamannafundinn bara með fjölskyldunni þegar það er kemur. Það voru hellt upp á kókó heima og farið yfir þetta í rólegheitunum, en ef hann er off þá kannski reyni ég að finna 0,5 til að fara í Sels eða Sanchez eða finna einhvern annan 4,5 miljóna, Hosisa eða Verbruggen eða eitthvað svo leys. Getur þú hent upp hérna einhvern svona lista af varnarmönnum þannig að ég sjá meira af varnarmönnum. Defenders. Hérna eru áhugaverðir hlutir að gerast eins og það er engin super dýr varnarmaður. Nei, það er bara eftir að Trent fór, dýrasti varnarmaðurinn er á 6 milljónir. Ég meina Trent var komin hvað 8? Á tímabili var hann ekki 7 í fyrra, 7 eða 7,5. Þannig að þetta er, en á móti þá eru margir varnarmenn búin að hækka 0,5 út af þessu Defcon dóti. Milenkovic er einn af þeim, hann er mjög öflugur í teigandstæðingana eins og við munum í fyrra og er líka skora ágætlega í því. Murillo, þú veist, Nathan Collins, þú veist, hann er algjört skrýmsli í þessu, þú veist, hann var 4,5 í fyrra og hann er búinn að hækka í 5. Þannig að þetta er svona, ég ætla svona aðeins að bíða og sjá með þetta Defcon. Þú veist, mér finnst eiginlega aðeins svo mikið að vera að borga 5,5. En sko, mást eftir hérna Enrique sem fór frá Newcastle til Liverpool síðan tíma. Við keyptum allir Enrique því við vissum að hann væri að fara frá Newcastle til Liverpool. Það var svona lág í loftinu. Hér ertu með eins og Mark Gahey sem geti mögulega að fara til Liverpool. Já, þú veist, það er alltaf Chelsea er að leita sér að miðverði og annars líkt. Ég meina, ertu aldrei til í að gambla á eitthvað svona bara, heyrðu, hann er pottitt að fara í eitthvað betra lið, þú veist. Já, þá bara tekja þegar að því kemur. En þú lítur ekki transferið þannig að þú viljir... Glata. Já. Svo endar hann bara í Barcelona. Nei, það væri þreytt. En það er oft, þú veist, ef þetta er alveg komið á loka metrana, þá myndum maður kannski gera það, skilurðu. En þá veistu að þú veist, er hann að fara að vera þá í næsta leik eða ekki. Fæ ég þín 5 pick? Já, ég ætla að byrja sko, bara svo ég segi það strax núna, ég er að fara í smá old school dæmi. Ég átti léleg tímabili fyrra, þá förum við í ræturnar. Og ræturnar mínar eru sóttjarfir varnarmenn, helst eins lítinn pening og hægt er þar, og svo setjum við allt draslið framar á völlin. Þetta er bara minn uppáhaldsleikmaður í leiknum. Dýran, hann er 5,5, en þetta er bara, hann er ekki wingback, þetta er bara sóknarmaður. Hann er alltaf þarna, þú veist, þetta er bara leikmaður sem er til að spila í öllu leikjum, hann getur alltaf skorað, alltaf lagt upp. En Frimpong getur skorað? Já, hann er á 6. Hann er á 6, Og Bradley
hvað er langt í hann, Já, nei, ég meina, bara allir ekki að spila, bara Frimpong verður bara með stuð. Ertu svo viss? Ertu viss? 100%. Þegar það kemur tilbaka? Já. Meistaradeildin inn og allt þetta? Já, engar ágjur. Já, sjáum til, en þetta er allavega nógu mikið fyrir mig til að put me off. Herðu, förum í bara eina bestu vörðinni fyrra, Nottingham Forest. Eiga fínt prógram til að byrja með. Mourinho og Milenkovic eru á 5,5. Nico Williams, hann er sókndjarfur. Já, líka gott fixture í fyrsta leik, Nico Little Williams. Já, Nico Little Williams og þú veist, hann er líka alveg að tikka þessi defensive stig þarna. Þannig að ég er svona að reyna að fara clever move. Já, fara budget move. Svo er eitt þræl skemmtilegur. Þetta er nýr wingback sem við vorum að kaupa. Það eru mjög margir á Wan-Bissaka. Það er bara einn vinsælasti varnarmaðurinn í leiknum. Þessi er að spila hinum megin, hinum wingbackinum. Diouf. Og hann er ekkert eðlilega sóknarlegur og skemmtilegur. Þetta er svona smá, þú veist, ég vil alltaf vera með smá nýtt dót líka, sko. Já, ég meina, bakverðir hjá Graham Potter hafa alltaf verið svolítið frekar framlega, wingbacks eða í hvaða systemi sem hann er í. Þannig að þetta er mjög áhugavert, Og þetta er svona, þú veist, planen er að þessi tveir spili bara flesta leiki og svo rúlaði hinum. Svo kemur eitt bara þægilegur, þú getur alltaf spila á honum, þú veist, suma leiki getur ég að spila bara 4-4-2, bara konsa hann á ég verði bara síma. Og hann líka dettur oft í bakverð, hjá Unai Emery. Já, og sjáu líka bara, þú veist, bara leikina til að byrja með, sjá bara fyrstu 7 leikina. Þú getur eiginlega, þú veist, þið líður bara vel að spila honum eiginlega alltaf, sko. Og annars kostar það bara 4-5 og þið líður heldur ekki illa með að vera með á bekknum, sko. Þannig að það er bara gott. Heyrðu, svo endur þetta á einum, þetta er eitt svona Hjöppi special, 4 milljón króna varnarmaður, Steve. Hversu góð er tilfinningin þegar 4 milljónir og stangar hann inn. Setur inn eitthvað gott. Það er fyrir mér alltaf einn ultimate sigur. Þegar ódýr leikmenni mínir að delivera. Djöfull er það góð tilfinning. Í annar umferð. Þá ég sko Burnley Sunderland heima. Það verður spáðið að vera með á báða inn á. Steve og Dubravka. Heldur betur. Clean sheetið þar. Það er... Þetta er frekar, þú sér, ég er að eiga frekar litlu í... Maður er svona búinn að vera að skoða hvað menn er að gera út í heiminn. Þú getur sparað milljón kall hérna. Þú getur fundið eitthvað, þú veist, værum til að vera með Wan-Bissaka líka hérna. Setjum skoðuliðið þegar komið. Sjáum hvað við gerum það við þessa milljón. Sjáum sviðsmyndirna. Herru, svo er að fyrsta hérna, förum hérna í miðjumenn. Og það er fyrsta stóra ákvörðin. Mo Salah eða No Salah. Og í fyrra þá var ég með No Salah. Það voru mistök. Það voru mistök. Skulum bara segja það eins og er. Þannig að við erum að læra af þeim. Þú veist, að tala um að klúra eitthvað 2 vítum og Prísisson og að vera hægur og eitthvað, en við fáum að reiða hann. Við fáum hann líka 14,5 milljónir og ég meina, það er verið sko, þegar Ísak kemur, þá var hann náttúrulega tekinn á honum eitthvað mörg. Veistu hvað við? Ísak mun líka... Fer í meira creative role og eitthvað svona, sko. Ég veit það. En það er líka, skilur við erum með transfer og þetta er dýrasti gæinn í leiknum. Þannig að það er, í 2 múvum, þá bara ferðu í Salah í Holland og tekur þá bara... En sko, núna hérna eins og... Ísak eða whatever. Við erum hérna á miðvikudegi núna. Þannig að Esi, á 7,5, líklega á leiðin til Tottenham og fer að bli vítir. Í Tottenham? Já, það er alltaf svona... hann er svo langt geið, vantarlega. Þú veist, Esi 7,5. Já, við bara vitum ekki, sko, það eina er bara... Þetta er eiginlega, sko, finnst við skulum segja þetta, þetta er eiginlega ástæða fyrir, líka hvernig við hugsaum þetta misjafnt. Þetta er ástæða fyrir ég fer ekki hann. Nei. Þú veist, af því að ég bara, ok, hann er að fara, hvað þýðir það? Því það bara, í annarri leikviku þá bara er að setja úr hóp með að vera að klára þetta, skiljum við. Já, ég held að sé munurinn að þú ert endurskoðandi, ég er partíkatt, sko. Ég bara sé djammið þarna, sko. Já. En þá er ég tilbúinn, ég er kannski ekki fyrstur í partíið, en ég er stundu síðastur, fyrir stundu síðastur út. Herðu, ok. Sko, þú lítur að vera með brúnir fyrir neðan. Já, ok, bara taka þetta í svona, í fjárhæðaröð. Ok. Cole Palmer. Þú veist, bara gott fixtures run hann í byrjun. Fín peningur, 10,5. Já, og sko Arsenal á mjög erfitt prógram til að byrja með. Þetta er svolítið hann eða Saka, þegar Saka er á 10, sko. Já. Þá byrjar alltaf með Palmer. Þá bara getur þú fært yfir Saka seinna eða hvernig sem það er. Og svo veitum við ekki alveg með sko Bukayo Saka, er jokkeri sem var að taka á hann vítir. Nákvæmlega. Já. Við bara vitum ekkert um það. Það er ekki óvissan, er það ekki að versta? Jú, það er að versta, já. Það er eitthvað sem við þolum ekki. Nei. Herðu, okkar maður. Já, Bruno Fernandes. Sko, ok, hann er kannski að fara að spila aðeins aftar en oft áður. En sko, leikurinn á móti Fiorentina á laugardaginn.
ok, hann kannski gerði ekki mikið í leiknum, en hann lagði upp mark. Já. Hann klokkaði þessi 12 varnardót, þannig að hann hefði fengið auka 2 stig. Já. Var 100% bara með 2 eða 3 bónusa. Já. 9 eða 10 stig. Já. Og svo sviðsmynd sem við munum líka sjá, alveg í vetur, við byrjum með Cunha, Mbeumo og Sesko. Og hann í svona double pivot fyrir aftan. Fyrsta skipting, kemur Ugarte inn á eða Casemiro eða hvað sem Bruno fer fyrir framann. Kannski búinn að klokka þessi 12 stig, fær 20 mínútur til að kúka framan á vellinum. Vítin. Ekki, Manchester United búinn að spila tvisvar við Arsenal á þessu ári og hann búinn að skora í báðum leikjunum ekki. Beintur aukaspyrnu og Old Trafford og svo markið fræga í FA Cup í janúar. Já. Þannig að þetta smart pick. Já, ég var mjög fljótur að setja hann inn og hann ekki... Herru, talandi nýtt dót. Já. Og sjáu, þetta Florian. Þetta front heavy. Þetta Florian litli virt. Já. Ég er búinn að horfa á hann á undirbúningstímabilinu, búinn að líta vel út. Já. Frískor, ég held að hann sé að fara, það sem ég vil líka leikmenn sem spila svona 90 mínútur eða svona hátt í það. Já. Ég held að hann sé bara fyrir utan Sala, örugglega síðasti gæðin sem hann mun taka út af á þessum fremstu gæðum. Þannig að hann verður til að byrja með og sjáu hérna, ég er með, þetta er alveg cash cows, þannig að þú veist, það er það sem ég líka... Má ég sjá einn ódýran núna? Nú vil ég fá að sjá einn ódýran. Þessi hérna... Hvað hétt aftur okkar maður í Viggan sem var ofta að delivera? Sean Maloney. Sean Maloney. Sean litli Maloney. Heyrðu, Reinders í City. Hann er bara búinn að spila einn aðeins núna. Hann skoraði 2 mörk og í seinni hálfleik átti að skora 3. Hann mun spila, slatta, held ég alveg örugglega. Og bara þetta er ógeðslega góður leikmaður og fyrir 5,5, ég þarf eitthvað frá honum kannski 3 einhverja leik. Ef hann er að spila aftarlega í Rodri í rullunni, þá er hann bara líklegur til að pikka þetta upp. Þarna þessi varnarstig og svona. Þannig að þetta er svona áhættaskilum fyrir 5,5. Þarna er þetta Kieran Dewsbury Hall, hann er á 5. Það er alveg... Það er reyndar. Hann er á einhverju dóti sko. Föstu leikadröfum og svona. Elliot Anderson, hann er mjög vinsæll. Hann kostar 5,5 líka. Hann er sko... Hann er alveg þetta svona varnardóts monster sko. En það verður líka að hafa gaman að þessu. Spennandi. Hérna 3 frammi. 3 frammi. Þú ert þá væntanlega að fara að spila svona í grunninn 3-4-3. 3-5-2. 3-5-2? Já. Ok. Og byrja bara á hérna ódýra. Já. Ég meit 4,5 fyrir því. Það var enn en gjöfin sem datt inn fyrir okkur hérna á lokametrunum. Já. Markið og það er svo sem ekkert mikið um þetta að segja, bara stóð sér vel hjá Chelsea í fyrra í hérna sambandsdeildinni og kemur í Sunderland og bara, hann mun spila eitthvað. Hann mun kannski taka hann eitthvað raun fyrir að komast í byrjunarlið. Það verður sætt þegar hann setur hann. 4,5 milljónar skilið sér. En sko þegar þessi er farin að starta, eða spila svona eitthvað alvöru mínútur, þá er maður líklegur í benchboostið. Með hann, annan Steve hérna, annan af þessu 4,5 gæðum og Dubravka. Algjörlega. Þannig að það er pælingi þar. Heyrðu, bara einn heitasti leikmaðurinn á undirbúningstímabilinu, Ollie Watkins. Þetta sjáu hvað þetta er front heavy. Þú veist, það er hérna, ég er með 1, 2, 3, 4, 5 svona premium eða semi-premium gæja. Ég er ekki búinn að sjá neitt með svona marga. Af þessum milljón gæjum á X-inu og svona sem eru með lið. Og það sem ég líka hugsa með þessu er að, sko, það er sveigjanleiki í þessu. Þú veist ekki, við vitum ekkert við förum inn í þetta, það er allan mjög takmarkað, þannig að mér finnst mjög gott að vera með sveigjanleikan, þá er þetta bara, ef hann er ekki að tikka skiluru Bruno, þá bara seljum við hann og gerum einhvern annan Florian Wirtz, Ollie Watkins. En bara pæling núna, ef þú ferður Florian Wirtz niður í hérna Kieran Dewsbury Hall, þetta er bara hugmynd hérna, bara sviðsmynd, bara eitthvað hlusta á þetta, hann inn, lækkum hérna múniusum milljónkall, skilurðu? Já, hvert er það að fara? Ég er að reyna að finna einhvern Haaland-penning. Er hægt að finna Haaland-penningarna einhvers staðar? Getur þú fjármagna Erling Haaland? Já, það er allt hægt. Já. Ef við kannski að... Maður sjá bara klára liðið. Þetta klára liðið. Já. Og hérna, svo getum við farið að fundra. Já. Byrju, þetta var hérna. Já, settu Wirtz áttur inn fyrir ekki. Svona, og síðasti er hérna... Síðasti maðurinn er, eins og við sjáum þá í 6,5 eftir. Já.
Það að nota þá peninga? Já, ég ætlaði að fá því og fara í Æslandslasinn, fara í Norsara. Ok. Þú veist, hann bara almaðurinn í Wolves og getur kannski ekki besta sóknarlið, hann spila 90 mínútur. Ég að gera mig vonur að sé á vítunum. Þannig að það svona... Já, hann getur líka fengið defensive 2 stig þarna með að skalla boltann í burtu og allt þetta sko. Já, alveg trilltur. En ok, þetta þá liðið og ég svona búinn að breyta það mjög lítið síðustu vikunum, þannig að mér er mjög líklegt að þetta endi svona nema að koma eitthvað óvænt upp. En ef við að reyna að finna Haaland eða? Já, leitin á Haaland sko, ok. Sko, þá myndum við alltaf þurfa að fórna þessu. Já, en hann á rosalega friendly start. Já, ég veit það. Ég bara að segja að það er annarkvort Sala eða hann til að byrja með. Ok, þá þurfum við 5 milljónir. 5 milljónir. Og það er auðvitað að taka Wirtz út. Hann er ekki að vítu með hann einu. Dewsbury Hall hann inn. Sammála því? Já, það er við erum eiginlega ekki með neitt svona 4 milljón króna 4,5 milljóna miðjumann sko. Nei. Hérna erum við með hann. Já. 1,5. 1,5, Munoz klárlega. Og bara í eitt Wan-Bissaka eða bara einhver 4? Nei, við þurfum 4 milljóna mann. Já. Sjá þetta hérna. Við erum í bara eitthvað. Já. Róton í Leeds. Já. Þá ertu komið. Þá ertu búinn að finna mjög gott lið með Haaland, Bruno Fernandes, Palmer og Mo Salah. Já. Þú hlýtur að vera stoltur af þessu liði. Þetta er bara, þetta er ótrúlegt. Þetta er listaverk. Já. Sko ég er smá ágjör á varnarleiknum en. Já. Er kominn kennari, er hann betri markmaður en Hákon? Er hann ekki betri shotstopper? Getur verið. Það eru báðir frábæri markmaður. Já, ég er alveg sammála því sko, en þeir voru ekki að sækja hann til að setja hann á bekkinn. Nei. Ég held að það sé alveg... Þú borguðu líka fyrir ágætt spilningu. Já. Þannig að ég held að þetta byrja svona, en þetta eru flotti steinar hjá þér. Já, en þú ætlar að hætta við þetta? Ég ætla að hætta við þetta. Ok. Og setja aftur inn Munoz. Hvernig, en svona, förum í þig, þú ert svona mjög ófyrirleitinn leikmaður í þinni nálgun og hefur oft verið og spila þetta og það sem ég er að vona núna er að þú verði með í ár. Já. Það er oft svona haldið mér á tánum að vita þér þarna. Já, sko, málið var það að ég brotnaði þarna eitt síðan á síðust ári. Já. Þá kannski að fara... En líka út á Docksonun í ár, bara til þess að vera með þetta engagement. Já. Þá ætla ég að vera all in í fantasy. Já. Sko, mínir steinar eru svolítið mikið þannig að mér langar að bæði Haaland og Salah. En ég er alveg viss að ég gæti yfirgefið Mo Salah þegar að Ísak kemur. Já. Ég er svona... En Mo Salah hefur reynst mér alveg ótrúlega vel í svona leik. Þannig að ég er svona... Já, þannig að þetta, þú ert að spæla svona... Þetta er sviðsmynd að byrja fyrsta leik svona. Já, og þá bara setja hérna... Þetta er bara eftir að setja hérna... Þeir voru að breyta sko síðinu. Já, þú kaftir á endan Mo Salah, ekki? Já, þetta er verið á Wirtz hérna mér. Já. Svona. Já, þannig að þetta lítur svona út og ég er búinn að breyta þessu lítið síðustu daga. Ég er svona, eftir að ég fann leið til að koma þessum 5 dýru gæjum. Ég myndi byrja bara svona smá, þú veist. Konsa fyrir Munoz. Chelsea úti. Já, þetta er samt bara, þú veist. Konsa heima á móti Newcastle. Já, þú veist, Chelsea, þeir áttu ekki rosalega prísið svona, sko. Nei, þú veist, gætu verið í Rusty. Heimsmeistar. Já, þessi. Heldur að Palla skori ekki í þessu leika? Colville átt. Já, það er bara svo mikið að... Chalobah, Tæpur. Já, ok. Þetta er liðið hjá Ponsunni. Eins og ég segi, ég býst við því að fara í mjög svipað liðinu sem við sáum hérna áðan. Dewsbury Hall og með Haaland og það. Sko, Haaland eins og hann byrjaði síðast tímabil, þá var hann bara hann komin í double figures eftir sko 4 leiki eða. Það byrjar alltaf vel. Já. Byrjar alltaf vel. Já. Það er bara sagan með Erling Haaland, sko. Þannig að það er... Þú nærði alveg góðu lið með að báða, sko. Það verður alveg smá svona... Þú sást liðið sem þú varst hérna á það. Já. Ég þarf mögulega fjölskyldufund til að fara yfir þetta. En svona, ég þarf aðeins að máta þetta. En ég treysti mér ekki til að fara inn í föstudagsskotið ekki með Mo Salah. Það er bara eitthvað kvöld sem ég vil ekki eiga. Já, horfandi á það með fullt af púlurum og... Já, og hann kannski kom með 4 í fyrri hálfleik. Já. Það þarftu nú bara að loka út. Já, þá er ég aftur hættur. Já.
Það viljum við ekki sjá. Það viljum við ekki sjá. Þetta var svona styttri útgáfa en í fyrra af fantasy-pælingum Ponsunar, sá besti á landinu. Það enginn eins og Teddy Ponsa þegar kemur á fantasy. Það fullt af gaurum að rembast og reyna, trúðar út allan bæ, en það bara ein Ponsa.